Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir við erum menn á Eskifirði. Það mánudagur og hann heilsar ykkur hér. Veðrið að breytast en ég ekki að kvarta vegna þess að ég elska líka alls konar og ég elska svona viður. Bara heiðalegt, skýjað. Já sko, ef það heitt, þá skiptir það engu máli. Hvort það sé skýjað ekki fyrst mér. Nei, maður heyra líka einhverja horrorsögur frá Evrópu að fólk bara í 40 stiga hita að flýja inn og bara kaupa sér miða til Spánar og bara getur ekki verið. Þú getur dáið. Gamalt fólk deyr í miklum hita. Ef að þú mætti núna velja áfangastað til þess að fara á, bara peningar no issue, bara já, þú er fjölskyldan, bara fá þetta mánaðar sumafrí. Já. Hvert verður? Evrópa væri erfitt út af hitanum. Já. Og þú mætti bara velja skilur einn bæ. Já, skilur, þú ert alltaf að tala svo mikið nýja sjálf. Já, takk fyrir að nefna það. Þannig að ég þarf að prófa það. Trilltur staður, sko. Ég þarf að prófa það. En það samt alveg langt ferðalag, sko. Það bara ég myndi bara, nei, sko, ég heiti í Köpen. Nei, bara svona, já, ég veit, hvað er ég að segja? Ég veit ekki það. Ég verið að sjá fólk sem sko að fara svolítið til Köpen í sumar bústað. Já. Fyrir utan Köpen. Já. Ég var aldrei leitt hugana því eins og niður. Skandinaviska sveitin með þér. Já, þannig að það væri kannski stuttflug og ég er ekki verið að velja Asíu, svona vesemis. Já, Asíu er alltaf ógeðslega stór. En hvað má ég vera lengi? Ég var að segja það, í mánuð. Bara velja eitt stað, eitt bæ eða borg eða eitthvað, máttu ekki fara út fyrir borgin eða bæinn. Hvað velur þú? Hvað velur Benni? Já, Kína. Kína? Já, af því bara. Kína er hræðilegt val. Af hverju? Bara, ég veit ekki, ég var í Shanghai. Eitthvað sumarhús í Kína. Já, okay, já. Ég lifi það svo kongur og... Já, fyrir ekki að ég sagði þetta eða Vietnam eða já. Suður-Kórea. Já, en Suður-Ameríka heillar það ekki? Alltaf heitt. Já, þú veist, er ekki heitt eiginlega bara allstaðar, sko að því við erum alltaf að segja eitthvað svona sumarið kom aldrei til Reykjavíkur og eitthvað svona hvort myndir þú velja að vera bara í 40 stiga hita allt sumarið, bara eiginlega getur ekki verið út eða bara svona eins og er núna bara skýjað, bara bólur kannski jakki, þetta er út Ég myndi velja það. Ég líka, ég er ekki mikill hita maður, sko, ég funkar ekki vel í hita, skapið mig fyrir upp í hita og mér líður ekki vel í hita og bjórin verður fljótt kaldur í hita. Talandi bjór, þá vorum við það með nýja Thule og við erum með Súperdós. Hvernig er þetta viljan? Ég er svo meðvitaður þegar ég drekk úr Súperdós að ég þurfi að drekka meira eða stærri sopar svo hann verði kaldur lengi. Súperdósin er að fá comeback, sko. Ég fíla hana, sko. Mér finnst hún góð, sko. Ég kók í Súperdós í gamla dag, manstu, maður fór til sjoppu þessi grillaða saman og Súperdós það var eitthvað við það, sko. Og fólk var að segja að maður smakka. Hver var því? Var ekki alltaf mannst ekki í grunnskóla og það var alltaf eitthvað svona maður smakka og sopa. En hvað varst að leifa fólki að smakka? Ég var ekki að biðja skilur hvar dregur línuna? Ég dró aldrei inn að línu þá bara einhver sagði, má ég smakka pulsu? Myndu leifa einhverjum að smakka pulsuna? Nei. En grillaða samloku? Ég minnst bara astnalegt þegar fólk þarf að smakka. Þú veist alveg hvernig grilluð samloka smakkast. Má smakka. Já, vilt bara fá bita eða eitthvað? Já, mér er það skrítið. Ég gerði þetta aldrei. Ég bara, ég á mitt en ég var ekkert eitthvað en ég var svona, já, ekki svo vel. Við eigum nú vin, sko, sem ekki bara smakkar heldur ég kom eins og aðanum við bjögum saman og hann var að tannbusta sig með tannbusta. Já. Þá sagði ég hinga ekki lengra. Hvað er þetta að gera? Samt svona snirtilegu maður, sko. Já, var hann bara eitthvað heimsókn bara eitthvað rakkaði hann ekki á sig pungin líka með einhver rakvél? Nei, hann var með svona, þetta var húðvél sem svona skrapaði einhverja húðfliksur sammeilur vinn okkar sem var með svona húðvél á EM 2016 og þessi vinn okkar sem átti vélina kom að honum inn á klostið sem hann var að prófa hana það var ekki vinsælt, sko. Ég kynnist þessum strák þá erum við hjá öðrum vinn okkar sem er líka vinnur hans og ég minna að þú veist, bara fyndið og þá fórum bara í sturtu á þess að biðja leyfi og þá hugsaði þá var ég kannski 21 árs eða eitthvað ég eitthvað skrítið hans í sturtu hann baði ekki leyfi, fór bara í sturtu myndið þú fara heim til einhvers og fara bara í sturtu þú nú það vel alveg upp af henni Siggu að ég var að þú myndi gera Nei, manni finnst bara best að fyrir sturtu heima hjá sér ég skil ekki alveg okkur ég þarf að fara í sturtu en ég hef ekkert sérstakann áhuga að fara inn í ömmuhúsi en að fara í sturtu
Nei, það eru svolítið svona ég mæli með sundlauginu Nei, hún þetta fín ég mæli með hérna sundlauginu á Eskifirði hún helviti fín sko Já, en ertu ekki sammála þessi best að vera styrstu heima á sér? Jú, ég er nýfluttur sko, þannig ég er svona ennþá að venjast inni, ég var með svo helviti fína ég var með svona 2-falda sturtu á gamla staðnum Pálmi Perstur var alltaf í sturtu þar sem þú ert að fara í sturtu alla daga Hver? Pálmi Perstur, leiðir aldrei hugan að því? Hann hafi verið að sturta sig hann Já Jú, ég er svona nei, ekki fyrir nú að segja það núna sko Já, þú veist, þegar maður fer í sturtu heima á sér Já þá eru svo margir búnir að fara í sturtu heima þér, áður Já, ég pæla ekki mikið í það sko. Ekki það hreint og bara í Nei, en hvað er hreint og hvað er ekki hreint að því að þú veist Já, ætli sundlauga sé ekki bara hreinast af því þær eru bara verið að þrífa svo reglulega eins og bara heiti pottar upp í sömarbústað eins og þetta leiða gegn stéttafélag Já, en þú, já Ertu ekki að hugsa það? Nei, ég set nýtt vatn, skilur við Ég veit að það er eitthvað fita först í pottinum eða það var eitthvað bleiubat sem kúkaði í hann eða eitthvað par sem var eitthvað að dutta sér hana Það sem er mest í töðunum við svona heita potta sem þú setur vatni á stað Já Þá er alltaf restin af sko ok, segjum sem svo að þú ert bara að ganga frá af tæmir pottin og ferð þá sérst svona lag neðst eitthvað af þínum skít svo er það bara þarna neðst í rörinu svo kemur næsti vatni fyrir upp og þá kemur skýta draslið frá síðustu notendum þú hugsaðu þetta svona langt Já, þegar maður sér það með augunum sínum það er bara En þú ert líka svona eins og í útlöndum þú ert alltaf bara með hérna spritbrúsunum á lofti og bara sprittar þig bara hálftíma fresti og svona Ég gerði það í COVID svona Nei Ég er aldrei í dag að gera þetta Aldrei Ég er ekki svona spritbrúsum með mér hér eða ég ætti að hafa það hérna því að það er allt skítut ekki hérninni, en ég meina bara í ferðarlæginu Já, en þú varst svona COVID-rættur Við ferðum svo mikið í COVID út af framkomu þáttunum og hérna þá var ekki eða meðvitaðar um þetta sko. Mér finnst þess að þetta hafi líka verið pre-COVID eitthvað svona við í framkomu, þú með spritbrúsan og gummibókan og Já, kannski var ég með spritbrúsan ég var ekkert svona eitthvað mér finnst bara alltaf fínt að hafa hann ef ég lendi í einhverjum aðstæðum sem eru viðbjóðslegar sko. En ef þú ert að fara bara í svona neða þegar að lest í New York ertu svona, þú tekur ekkert viljandi í einhver handföng Nei, ég leggst bara svona við sko. Já, þetta er að segja, þú ert svona sikla hrættur sko. Nei, ég held að þetta sé fleiri gerir þetta Mér er sko alveg sama ég geti sleikt þessi handföng það skiptir mig, ef bara sett svona tunguna neðst á rúllustega og svona láta rúllustega svona leika við mig sko. En til dæmis eins og ég fylgdist með þessu í Skaftafelli það var svona klósetta sem var svona takki þá opnaðist hurðin flestir voru að gera svona með hérna Hvað heldur fólk að gerist? Að bara koma einhver kúka fliksa á þig og þú fara einhverja veiki og bara Ég meina, getur ekki influensa mætt á þig þarna þess vegna Ég hugsa bara að ef ég fæ influensu eða einhverja kúkaveiru eða eitthvað þá bara gerist það er ekki að því ég var svo duglega að spritta með að nota olbógan eða Já, ég veit það ekki en það flestir voru að gera þetta ég var svona að rannsaka þetta svolítið sko. en þetta er alls þar í kringu allir pempjur eða allir að pæla þessu, er þetta ekki bara vani Hlaðfréttir í boði Ormsson og það er nú eitt og annað sem þú getur fengið þér í Ormsson í útileguna ertu með eitthvað dæmi? Já, til dæmis þeir eru með ógeðslega góða svona hleðslubanka og alls konar þess að hlaða ekki gleyma því heimkaup.is, kaupið vöruðan eitthvað til dæmis túli, fá hann senda hann heim eða sækja hann í mjóttina Talandi ís og gott veður, það er svo möst að fá sér kjör ís í góða veðri og mjúkísinn hann er lang bestur prófið hann, fólk fer inn á svona almenningsstót og reynir fremsta megni að taka ekki handrið eða Það tala New York eða eitthvað, skilur Já, ég tek líka eftir þessu eins og í strætó í útlöndum og líka bara þetta heima kona mín er smá svona og hún er ekki svona viljandi að grípa í handfangið og svona hvetur krakkana til þess að gera það ekki og eitthvað svona en það er svo margt annað yfir daginn sem þau þurftu að líka varast bara eins og bara, ég veit ekki þau bara inn í bónus okkar uppáhaldsbúð þú veist það er alls konar snertiflitir í bónus Já, þau eru dögulega að þrýfa það reyndar mjög mikið spritta En mann setur fólkin sem var klikkaðast í COVID og var að sko handþvo grænmeti og Já, eftir að það hafi keypt það Já Það var svo mikil bilun Ég fór aldrei þangað sko Hugsa aldrei tilbaka hvað COVID var mikil bilun Hlýða víði Það slókon
held ég bara að færi sögubækurnar sem eitthvað allra astnalegasta slókorn sem hefur búið til að markaðstofu Astana þá, varst ekki bara ég ætla að hlýða honum Nei. Og móði mín getur sannað þetta ég var smá svona repill í COVID ég þoldi þetta ekki, eitthvað svona mega bara 6 koma saman eða eitthvað nú svona bann eða hins einn þú mást að reyna að drepa gamla fólki Nei, allt svona sem eitthvað svona ég veit það ekki, ég var alltaf verið svona reglur, einhver segir mér að ég megi ekki eitthvað, þá svona eflist ég í hináttina, skilja Já, þegar þú skammaður Já, það hefur ekki það bara situr í þér Já, marga dagar og þarna, maður verið að banna mann að gera hluti og mátt ekki og eitthvað svona gleymið ekki, ég fór í búðina bara í hverfinu og kaupa bleiur, hvort það var á Eistirinn eða Katrinu eða eitthvað það var enginn í búðinni, ég lapp inn og þá var eitthvað, það var grímuskylda svo ekki grímuskylda, svo grímuskylda og eitthvað svona og ég hef búin að venja mig á það að vera ekki með grímur ég kem, lappandi að búðinni, enginn inn í búðinni og hann leyfði mér ekki að kaupa bleiur af því ég var ekki með grímu þannig ég þurfti að lappa tilbaka, kaupa grímu lappa aftur inn, setja upp grímu kaupa bleiur hann var ekki persónlega bannaður, hann var bara hræddur heldur hann hafi verið hræddur eða þetta hafi bara verið einhver skilabóð Já, ég meina þetta var allir sektaður og allt vittlust og svo bara byrja einhvern grúppum skilur bara, þessi að leyfa þetta og þá var allir brjálar til hann og þessi hélt barnaðamali hann fáviti Ég veit það er svo það er of auðvelt að stýra okkur held ég en við svona oft höldum sko En mér langar að spyrja að ég tengt þessu að ég fór að hugsa á þessum tíma, þá voru við samt svona þríeykið var svolítið töff eða svona Nei, það var sem ekki Jú, mér fannst alveg þríeykið verið þríeykið við fengum það í hraðafréttir og eitthvað svona Já, ég kann rosa vel við þau ég myndi aldrei setja í sko töff kategóriðinu Hver af þeim væri líklegast til að fá styttu af sér einhver staðar sko, þarna niður á Suðurlandsbraut Það er vinur okkar Þórólfur Já, ég held að Tekur með ölmu út af því hún er pólitíkus Sko, ég kann vel við öll en þau voru líka bara sett í svo kjánalega stöðu eitthvað svona, nú er þið þið takir bara ákvörðunum þetta viðstígundu hliðar eitthvað svona sérfræðingarnir Já, ég veit það ekki Hvað Þórólfur, þá hann stytta því að hann var sóttvarnalæknirinn eða Nýjustu tölur eru 1800 smitaðir 1500 Já, þetta var spennandi Já Nei, þarna þegar ég hugsa bara hvað var þetta? Styttur af fólki, það er voða lítið Gertast þetta allra í Hvað hljóður þetta? Þetta er bara úr mikrofónunum eða eitthvað Við erum með sveitin, getur allt gerst Já Bara að halda vel í hann Styttur af svona nútíma Íslendingum Já Hver er svona líklegastur af að styttu næst? Ekki segja Vigdís Finnboga Nei, fyrst eru að byrja að rífa niður nokkrar sko Byttu? Það var styttan af einhverjum að rífi niður Já, Friðrik í hana Já, ég veit ekkert um það mál Þannig ég ætla ekki eins og að reyna að hafa skoðun á því En já, það þarf að rífa nokkra niður Það þarf að taka niður beintur frá mann alþingi á honum ógiðinu honum Jóni Sigurðssoni Nei, sko þú ert að grínast Hann var bara alltaf að halda fram hjá henni og var eitthvað í Danmörku á einhverjum hóruhúsum Það? Já, er það? Já, það er ekki gott Þetta er bara svo, ég myndi bara að vala ég ætla að frelsa Ísland og færi bara til Danmörkur í 20 ára og væri bara eitthvað með einhverjum vændiskonum og einhverjum sukki Datt hann ekki niður stiga svo? Dó? Ég er að djóka, þú getur kannski googlað þetta Nei, það þarf ekki að taka niður neina styttur en já, styttur sem mætti bæta við á Íslandi núna væri af ef ég mætti bara, þetta meina bara ef ég mætti velja styttu af einhverjum sem mér þætti vera Ég vil hafa núlifandi sko, af því að ég myndi alltaf velja Bó í Hafnarfirði eða eitthvað skilur eitthvað föllnum hetjum Hvað myndir velja? Þetta er mjög góð spurning stytta í dag sem færu upp af einhverjum svona Sveppi í Breiðholtinu Mjóttinni Það var ekkert eðlilega cool Já, Sveppi í Breiðholtið það verður næs, auðvitað upp á Söðakrók Já, þú getur hugsað svona endalaust sko, og þarna fór ég að hugsa sko, hver var í Vesturbænum sem var svona styttu típa í Vesturbænum Pétur Martins, Gísli Martins Nei Akkur ekki Gísli Martins Af hverju Hann er frægasti Vesturbænum Já, hann opnaði Kaffi Vest það var ekki raskat þarna fyrir það það fyrir þetta meðlabúðun og sundlegin Já, basically Akkur vill ekki Gísla Martin í Vesturbæn Stytt af hann? Hann er legend Nei, já, hann er legend en mér finnst hann ekki styttuhæfur Nú, hver annar? Hvað annar Vesturbæingur á að fá styttu en Gísli Martin? En þá á Pétur Martin sem fá styttu með honum því að hann opnaði kaffihúsum með honum
það veit engin hver Pétur Martens já, en þú ert færð styttu út af einhverju já, hann búin með vikuna í 15 ár opnaði kaffihús já, þá fær hann bara stytta sér upp á rúf skilur en það var nú gert á sín tíma Spaugstofa fekk svona eins og Walk of Fame í Hollywood hendurnar af öllum í Spaugstofunni hvar voru þær? Þetta grínast mást ekki hendurnar af öllum í Spaugstofunni voru bara beint bara í stiganum fyrir framarúf já, í gamla þegar svo var því breytt eitthvað nei, bara núna, bara upp í efstaliði ok, ég man ekki eftir við unnum hana þegar þetta var þeir komu og settu hendunar í steipu og fengust það nú fallega gert já en, nei, sko ég veit ekki þú getur sko gaurarnir sem opnuðu melabúðina skilur, eða þeir ekki að fara stýttu búin að vera í fjölskyldu eigu í allan þennan tíma en nú erum við of mikið að tala um sko svona kræðsu sem við þekkjum, eitthvað svona fjölmiðla matar, bing, er engin eitthvað sem eitthvað svona barðist fyrir réttindu Ugla Stefania transvinkon okkar hún er reyndar að flytja í Vesturbæinn skils mér já, hvað með bara mynd af Uglu Stefaniu já getur verið það eitthvað mikið nýju Vesturbæinn myndi já, ég veit það ekki nei, þetta er bara, þú veist oft er þetta svona menningar stjórnmála einhver brautryðjandi, skilur við það er bara ekki nóg mikið að brautryðjandum núna, sko, Þorgerður Katrín eitthvað svona þykjast vera það berestur í ESB já og eitthvað svona, ef hún færði í gegn þá er hún eitthvað svona konan sem að fekk það í gegn, sko, ég elska Þorgerði þannig að ef hún eða einhver sem hvað lærði það á því? Já Hefur hvað? Þú hefur nú alveg gagnrýnt hana Hef ég gagnrýnt Þorgerði? Já, svona milli okkar Hvað? Milli okkar? Já Sko, nei, nú er benn að ljúga ég ætla bara að segja það hér og nú að ég kann rosa vel við Þorgerði já, en er bara skemmtileg kona ef ég ætti að velja einhvern sem er á þingi núna til þess að bara hanga með bara í viku við þurftum að vera í viku saman í New York eða eitthvað að tóka sko, Simmi var alltaf nummer 1 að það var bara svo fyndið og ég elska Simma mástu smáltókið já. Hvað Simma? Já, við erum alveg komnir á smóltókulega ég og Simmi, en Þorgerður var mjög ofalega að hún er bara skemmtileg kona skilur, það er gaman að hafa hana með í partí gæti farið í tennis og drukkið hressilega hún svolítið reið þessa dagana með þetta ESB hún er bara stressuð ég hef ekki myndað mér almennilega skoðan á þessu, ég hallast meira neginu en hún er svolítið æsingur í henni ég ætla að spyrja tjataran langt síðan ég farið í tjataran ég ætla að spyrja tjataran frægustu vesturbæingarnir já, það er ég sko nú ætlum ég ekki frægu sko Björk Guðmundsdóttir já, alltaf já, en hún er samt ekki hún er ekki legit vesturbæingur hún er aðfluttur sko já, hún er í Fossvogsskóla, mínum skóla já, ok þannig að hún ætti að fá styttu það sko ég er að tala um líka fallnarhetjur Davíð Oddsson, hann var náttúrulega lengi í Vesturbænum svo að tala um Bubba Mortens okay. svolítið nesið samt sko skrítið að færa hann Vesturbæn hann er Vesturbængur þegar hann er alveg stöðu og svo náttúrulega Rúnar Kristins svo stendur Eiður Smári eða en hann sem sagt spilaði með káir í korter tjataran er ekki alveg að lenda þannig þú sko, oft eru að tala um eitthvað svona tengsl við eitthvað hverfi og eitthvað svona þér finnst fólk sem flytur í Vesturbæinn svona í seinni tíð ekki vera fullgildir meðlimir Vesturbæjarins þér finnst svolítið að fólk eigi að hafa alist upp þar til þess að geta svona ég er Vesturbæingur já, ég finnst það sko já, og ég er ekki gagnrýna þig fyrir það ég er bara svona veltasteinum, bara svona að ræði þetta Talað þú um þig sem Eskifjarðarstrák eða þú veit svo mikið þetta nei, þetta er góð umræða ég er bara að ræða þetta þú segir stundum að þú sett Vesturbæingur að þú fættist í Vesturbæinum bjóst í 6 ár já, bara amma og allt með frendfólk og þarna talaði sama um Heiðu að því hún fættist og bjóði Svíþjóð í 6 ár en hún er ekkert ég er Svíi nei, þetta er góð umræða eða ég er Karlskrúna stelpa já, ok, fíla það en hver er þá reglan? Þú þarf þá að hafa hvað, fæðistar eða fluttar, því þú fæðist ekki Vesturbænum nei, þannig að samkvæmt þinni reglu þá getur þú ekki kallað þig Vesturbæing kaupa fastign, nei, ekki segja það það bara allir nei, hver er þín, þú þarft að gengi gegnum barnaskóla í 10 ár eða 6 ár klárað barnaskóla en þú flytur bara í Vesturbæinn segjum það í 10. bekk
og ert að bara nei, þá ertu alltaf, þá segir alltaf einhvers byrju, hérna byrju, hvað ertu alveg upp hérna, þá segir alltaf, nei ég er alltaf alveg upp í Fossvæðinu fyrstu 10 já, ok já. Ég ætla að fá að segja sem mun særa þig, það er alltaf leið að við erum góðu vinnir, mér finnst þetta að vera snobbið þér nei, Jú. ég held að allir geta yfirfært þetta á sína bæi, skilur já, en það er sann, þú veist segjum að þú flytir bara eitthvað bæjarfélag þetta er snobb oft í fólki sem flytur í Vesturbæin að því hann sér hann í hyllingum, skilur já, þú verður samt að gefa fólki séns segjum að einhver flytir bara til Akureyrar bara, ég veit ekki, 20 og býr þar bara 100 ára á það bara aldrei að geta kallað sig Akureyring af því að hann var ekki í einhverjum grunnskóla þar ekki 100%, kannski 99% samt bjóðar í 80 ár já, það er alltaf þessi prósenta sem gerir þið ekki að fullgildu meðlimi sko. þetta er rosa hörði regla sko. já, ég er hrifin að henni já, en já ég ætla að segja til þess að loka þessu ég myndi velja held ég Bubba Mortens já, ég líka í Vesturbæn hann er ekki bara á KR vellinum ekstar já, og er ekki svona myndir ekki segja að þjóðin væri nokkuð sammála það að Bubbi er bjóði aldrei í Vesturbæn hann bjó bara heiðstorki og eitthvað það er ekki rétt í öður, hann ólst upp hana gamla Vesturbænum nei, hann ólst upp í Vogakverfinu það hefum það á reynu sko já, ég er bara að segja eitthvað Two Guys já, Two Guys eru bestu smassborgarar á Íslandi og ég er að meina, farið á Two Guys og pantið ykkur Tupac máltíð í alveg þið verðið ekki fyrir vonbrigðum Two Guys bestu hamburgarar in the world og við erum í búið Atlansolíu og ef þið eru að leiða undir land fyllið, hlaðið, gerið allt saman hjá Atlansolíu því þar er besta verðið HHÍ, Benedikt, þú vannst nú daginn ég vann í HHÍ, geti mig miða og það var svo gott þegar maður tók þátt í þessu happatrætti að vita að það er stór prósenta sem fer til Háskóla Íslands oh my god, Go botnaði það, Go Puffs, leikandi gott í kokkin það þarf að vinna meira með þetta slókan þannig að þarna spyr ég vissulega erfitt að kannski að setja þetta allt í einhverju svona Vesturbær Vogakverfi allir fá sína styttu innan Reykjavíkur en við erum samt að hugsa þannig ætti þá ekki Bubbi Mortens styttan að vera í Vogakverfi því hann er þar fyrstu örgulega 16 árin það var geðveikt ef, ég veit ekki hver myndi taka þessa ákvörðun bara Kristrún eða eitthvað bara setja það sem reglu að nú þarf að rísa ein stytta í öllum hverfum á landinu innan 6 mánuða borga á ríkinu og það er hverfakostingum það hver það verður já. og eins og við sögum á hann Auðun Blöndal, Söðukrókur Sveppi, Breiðholtið en við erum potið að gleyma einhverju fólki sem barðist fyrir einhverjum réttindum og okkur svona leiðilegt, svona vera þess að ég er mikill Vesturbæðingur og svona þekkt persóna bara ég á ekki séns í styttu því það er svo mikið að legend já, þú átt enga séns en þú átt alveg séns í Fossvæðinu sko, við erum að tala um í Fossvæðinu, haldu þér Björk Guðmundsdóttir, Jón Gnarr já, það er ekki séns Halldór Geirhars já, þannig að ég er mjög neðarlega þar á þeim lista en kannski þegar framleiða stundir og þetta podcast gengur vel og eitthvað svona og verður eitthvað svona eitthvað en er einhver svona það er styttaðin á Eskifirði að einhverju manni að neyja sig ég hef oft gert grínaði sko að því að ég er alltaf að stríða hérna skild mönnum hérna konunar að ég á rosa afrek ég synti Eskifjörð fyrir 15 árum síðan horfðu við fjörðin það er enda fáránlega vel gert en þú veist auðvitað ekki eini sem hefur gert það nei og ég vil hafa styttað mér hérna í flæðamálinu sko en er það ekki eitthvað sem þú getur pródúsera sjálfur? Jú, en hvað er nýjasta stytta svona, hvað er yngsta styttan af einhverjum sem hefur sett upp einhvers þar á Íslandi? Já, þetta er góð punktur yngsta styttan, það er væntanlega einhver kona sko, þegar þú tala um styttu þá er þetta ekki að tala um svona höggmynd af haus eða eitthvað það er oft borgarstjórar og svona er einhver núlifandi Íslendingur sem á stytta á sér einhverstur á Íslandi bara þetta er ég og get verið við styttuna ég held að yngsta styttan og nú ætlum ég bara að giska sé hérna fótboltagörðurinn framan Kási Albert já en hann er dáinn sko ég veit það en ég segja samt yngsti skilur það er engin núlifandi Íslendingur með stytta á sér hver eftir það að vera það er ekki eins og stytta af Halldór Laxness í Mosó það er þetta fáránlegt það er maður sem það styttu alveg reynd hann kannski hefði ekki viljað styttu ég er ekki viss að hann chattar hann grípið þetta sko nei, hann grípur þetta ekki það stendur en það er líklega listaverki stanslaus eftir Rósu Gísladóttur já
en það er listaverk, stytta af einhver, ég veit það ekki sko Nei, ég meina að þú telur þetta upp hversu mörg svona legend eigu í Íslandi, þetta er alltaf eitthvað tónlistatengt. Nei, þetta er ekki eins og þetta er listaverk, hvað þvæla er þetta? Nei, ég meina að þú telur upp þessi legend á Íslandi, þetta er alltaf eitthvað tónlistatengt, þetta er, þetta er Björk, Sigur Rós. Já, mér finnst þess að það hefði verið svona revíl eða einhver stytta, eitthvað svona dang. Laufey, Kaljó. Já, þú veist, kannski ef að hlustendur vita þetta endilega kommentið á eða hlusta Spotify já, í komment hver yngsta styttan er af mannesku það er mikilvægt þessi manneskja ég hefði gaman að vita það sko en alltaf, fólk gerði þetta í gamla dag það voru ekki samfélagsmiðlar og það var ekkert internet og eitthvað svona þið þurfa að muna hvernig Jón leit út hann er að deyja, gerum styttu þetta er svo hefðin að hérna fórsetar alþingis fá alltaf málverk af sér portrétt málverk, bara ekki svo vel og nú síðast fekk hún hérna man ekki eins og hvað hún heitir en þetta er svo skrítið af því að þú veist, þú getur gert veit ég hvernig að orða þetta en þú veist, þú sér svona málverk af einhverju mannesku í nútímanum, þá er svona þetta er bara ljósmynd já, ég skilja þetta að þetta er orðið það einhvern veginn háþróð það þarf að vera svona smá illa gert til þess að sé eigulegt já, styttu tíminn er búin sko þannig að við komumst að yngir niðurstöðu það er alltaf dýrt að búið til styttu það er bara ógeðslega dýrt það var að búið til styttu bara einhver gaur í Bandaríkjunum að Charlie Kirk 1-10 milljónum í að búið til styttuna og var alveg handviss að einhver myndi vilja kaupa hana en það vill enginn kaupa hana Hvar er algoritmið þinn þessa dagana? Er það ennþá Trump og Ameríka? Já, það búið að vera mikið HM ok, HM, já mæntalega HM mikið sko og eitthvað svona fannst þið til með Messi eftir ég veit að svolítið liðið síðan nei, mér fannst bara Argentínu ekki skilið að vinna þetta ég veit ekki hvað það er í mér en ég fann eitthvað til með hún ég veit ekki hvað það var bara svo töff hjá honum að klára þetta bara með að vinna og eitthvað svona og bara klára þetta með stæl já, en hann er samt helst legend það er stytta á honum til já, hann er legend og þó hann tapaði þessum leik allt er góðu sko en já, ég veit það ekki varstu ánægð með Spánverjana að þeir myndi vinna þetta? eða fóru eitthvað tjóðanir þar? Ég náttúrulega hef ekki horfað fótbolta síðan 2008 nei, ég er að koma inn eftir 18 ára dvöld sko horfað þetta vissulega svolítið út af stráknum nei, ég vilja sá Argentínu vinna þetta sko en heilt yfir frábært HM já, mjög gott bara svona umgjörðin og stemningin og kaninn bara er alveg með þetta sko hefur séð hérna, næsta HM verður í hérna á Spáni, Portugal og Marokko nefnir ekki Sádi-Arabíu nei, svo, þú veist, setna næst er Spán, Portugal, Marokko svo þar næst er Sádi-Arabíu það er enda Spán, Portugal og Marokko frábært já, gott location já. En hérna hefur séð þessa velli sem er að byggja í Sádi-Arabíu já þetta er fáránlegt sko. og þú stoppar þetta enginn hvað ætlar að gera þessa velli að þetta er búið það er bara alveg eins og þeir eru búin að gera við vellina hérna í síðasta HM þeir eru bara abandoned já, það er ræðilegt og alveg svo með margt sem að þú veist að hérna lönd er alltaf að reyna að keppast að halda þessa heldis olimpíuleika og bla 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 þetta er allt abandoned eftir olimpíuleika, aldrei notað en hvað fannst þér, hérna, nú ég skal alveg viðkjanna I love America sko Amerika er one of my favorite places in the world sko en ég fekk að smá svona yfir þessu hérna More than 30 days ago Tom Cruise 48 nations began a journey er þetta ekki glatað það? They crossed borders they crossed cultures Cruise hann er samt legend, ég er smá torn sko kannski er þetta cool ég er torn hann er svalur from 3 countries across them and from every corner of the globe we have witnessed en þeir eru svo góðir í svona pródusjón og tónlistin svo rétt og ekki og ræða og eitthvað svona en við sem erum einhvern veginn frá Evrópu við erum bara drullu svo leik í gang flauta þessu bara á stafleikin já, ég veit það sama með þetta halftime show já, þetta var svona allir lagi halftime show já, ég peppaði alveg en þegar gaman á halftime show og sjá Bíberinn og sjá hana hvað heitir hún? Madonna já, og hann er Shakira hvað er Madonna gömul? 68 nei, hún er örugglega meira ekki
Madonna? Jú, getur verið. Það er að tjekka á því, af því að hún er svo sem búin að borga fyrir Svo stóður hann að Ronaldinho og Ronaldo eins og einhver illa gerir hlutir hann að hliðina á henni. Heldur það ekki fengið borga fyrir þetta vel? Eða? Þeir? Já. Ég veit það ekki. 68 ára í ágúst. Já. Vá, hún gömul. Já, en just sko Tom Cruise, ég er líka torn með þetta, mér finnst þetta asnalegt en á sama tíma finnst mér þetta cool. Það er eitthvað, ég veit ekki hvað það er bara að því kannski maður heldur svolítið með Ameríku og pródusjóninni og svo er margir gagnrýna að væri bandaríski þjóðsöngurinn fyrir úrslitaleikin. Já, en það truflaði mig ekki að því að þetta var bara í sömu umgjörð. Já. Þú veist, og er ekki bara gaman að hlusta á hver var aftur þessu? Jennifer Hudson, nei hvað er svona? Jennifer Hudson. Þetta er náttúrulega sko af öllum öðrum þjóðsöngum bestur sko, þegar maður horfður á háum til dæmis og þessi þjóðsöngar byrjar þessi evrópsku sérstaklega, þetta er allt eitthvað svona bara drefleðilegt, það er bara hermarsar, bara drefleðilegt. En svo er ameríski þjóðsöngurinn, hann er bara svona tímalust poplag and the land of the free. En er það ekki bara því hann er samin of the brave? Þetta er bara en er ekki bara samin miklu setna eða hvað? Pottþétt, en mér er alveg sama. Þetta er bara besti þjóðsöngur heimsins. Já. Getur þulið einhvern annan þjóðsöng annan en bara ameríska breska God save the já, hversu leiðilegt lag já, það er mjög leiðilegt það er badd sem getur spilað á piano já, hundleiðilegt sko, þetta var gert að opinberum þjóðsöng 1931 en textin í sjálfum sér var samin 1814 já, kannski næs, svaltir að semja bara eitthvað and the land bara 1931 en haltu þér, lagið var ekki nýtt heldur byggir á ensku lagi sem tónskáldið John Stafford Smith samdi 1773 já, þetta er þeir eiga ekki, sko, þetta er ekki bandarísku þjóðsöngur, hann er enskur Benedikt, að því að Bandaríkin alltaf byrjuðu sem bara bresk nýlenda og svo koma þeir yfir og stofna Bandaríkin og eitthvað svona, þetta er smá ósannkjöndaðir. Svo var það Herbert Hoover sem var fórsetið þegar þetta gerist, að bara þjóðsöngurinn var tekið notkun. Já, þetta er alltaf bara Bretar og Evrópa sem koma yfir og bara ég er alveg hrifinn af þessum hermörsum það er einhver svona þjóð í því sko. Einhver hermaður í þér? Já, bóttið sko, það er einhver svona smá gen í mér. Þannig að eins og núna þá erum við að fara að kjósa já eða nei í ágúst og pappi sagði bara eitthvað þetta er bara hvað hann segir hann sagði eitthvað já, ég minna þá bara erum við á leiðinni þá bara vera evrópskur her og það er nóg fyrir mig til að segja nei og þetta er nú svolítið svona af hverju? Núna er það ekki erum við ekki í einhverju NATO-bandalagi og ef einhver væri hérna að ráðast á okkur þá kemur bara NATO að hjálpa okkur Nei, minna, þú er komin inn í ESB og það er bara stríð og hvað er það að gera? Ok, þá spyr ég á móti eru ríki sem eru í ESB Hermann er sendur í stríð og Dagur og Eysteinn eru ríki sem eru í ESB með heri eða af því þeir eru í ESB ég skildi ekki með heri eða kannski alltaf svo stóra þjóðir í hvað er svona minnsta þjóðin í ESB? Minnsta þjóðin? Já, er hún með her? Malta? Já. Nei, ok en svo er bara heimstyrjöld þá bara er okkur vantar 100 manns frá Möldu og 500 manns frá Íslandi ég myndi aldrei treysta mér í það já, og hvað verður verja landið mitt? Verður snæper eða verður með tætara bara með haglabissu svona afsaga haglabissu ég held að það væri stríð ég væri snæper ég held að líka sko. ég held að ég væri rosalega medic já, góður því að hjálpa já, og svona aðstofa ekki meðhundla vopnin vera í stemmingun einhvern veginn tjaldi nú er að tala um sér stemming í stríðum það er potið stemning í stríðum svona þegar ekki verið að ráðast á heldur sé ekki stemning í kójunni og svona heldur sé menn finna sér stemningu sama hvað þeir eru að gera já, vissulega stemning í torfkónum í öryðinni skilur já, jú alltaf stemning ég ætla ekki að segja að það hafi verið stemning í útrýmabúðum eða eitthvað svoleiðis það er mjög það var ekki stemning þar það var mjög lítil stemning þar alveg bara ömurleg stemning já, hræðileg stemning en almennt sé finnur stemningu víða
Já. Og í stríði pottið. Já, ég er samlega. Það er oft sagt að sko þegar þjóðir ganga í gegnum hörmungar að þá svona verður þjóðin nánari, bara svona lítið dæmi eins og bara þegar var flóið á Tvíburuturnana. Það er oft talað að New York hefur aldrei verið jafn svona samheldin borg eins og þá. Já. Og kannski í stríðinu fæst þetta á persónu líka. Jú, bara Íslandi hefur aldrei lent inn svona Nei, ég er svona bara persónulegu skilur, ef það er eitthvað erfitt í lífinu að þjappa fólki saman. Jú, þá með Benjamin ég að segja frá einu allt er rugli. En Ísland er svo lítil þjóð og ung að við höfum aldrei lent í þessu. Þau eru eitthvað þorskastríð og ég skil það ekki almennilega. Það var okkur bátar sem komu og við fórum eitthvað á mótið þeim og vorum eitthvað ekki veiða fiskin okkar og skárum okkur net og unnum þetta en var ekki meira að þeir voru bara eitthvað ég nenni ekki að standa í þessum brjálæðingum ég er ekki að fara að þið sko ef breski herinn hefði bara viljað bara sláturum þessum Íslendingum það er enginn að segja mig það að þeir hefði ekki getað það sko 100% geta þannig að þegar við tölum að við höfum unnið þorskastríðið það var meira bara, Bretar voru bara eitthvað ég veist að ég nenni þessu ekki það var ekkert eitthvað vopnabúrið á búið og bara, við ráðum ekki við það þeir eru svo vel vopnaðir þeim var bara saman já, það var meira bara eitthvað svona það var svolítið svo bara þeir lítið bandar aðeins á þig skilju, og byrja að býta þig og þú svona hristir það af þér og svona, hættu þessu en yfirfærum þetta það er þorskastrið í hnótskort en yfirfærum þetta bara aðeins í nútíman bara núna eins og þegar nú er alltaf verið að hóta því hans ég að ráðast á hvalskipið Paul Watson og svona ef hann myndi bara eitthvað skjóta það niður myndi þú ekki vera svona hei, hvað það gera? Að sjálfsögðu, hvað finnur drepa Íslendinga? Já. Nei, en hann er kannski ekki að drepa neitt en hann er allavega að sökkva skipinu og þeir komast bara í bátana og ferskir á því hann skýtur niður hvalskip þeir eru ekkert eitthvað ferskir á því þetta er ekkert eins og einhvern tölvuleik eitthvað, förum við bátana ég veit ekki, ég bara ímynda mér að sé svona eðlileg, svona þægilegur öryggisbúnaður borð já, sem ég hef trú á en það var yfir svona hræðilegt og þú er reiður já, hvað er það að gera, nú þarf að taka hann mann fastan já, hvað auðvitað já, myndir þú þá, ef það var einhverjum fannar heyru, kottu og þú ert að berjast þetta það er að koma inn að 4-5 aðrir Paul Watsonar nei, þessna höfu bara Ameríku þeir koma bara einhverjum flugulum og bara klára þetta hvað ég ekki að kílan eitthvað nei, bara eitthvað vantar einhverja þroskaða kallmennin í verkefni nei, ég skal viðurkenna það bara og ég er ekkert, skammast mér ekkert fyrir það eru miklu fleiri þroskaðir kallmenn á Íslandi sem væri betur í þetta fallin en ég sko ég held að ég færi bara grænja sko og samt spilar svona ógeðslega töluleiki og skjóta fólk og góður að skjóta fólk í tölvuleikin Benedikt þessna held ég getur alveg fín í því nei, ég er búin með skotliði sem 2013 og hefur ekki ennþá skotir júpi það er haglabissa, þú ert alltaf með einhverja snæpera og heldur svona að ég lélu með haglabissu heldur ég að ég sé góðu með snæper aldrei jú, það er svona nákvæmni út nákvæmni maður en við vorum að tala hremmingar sem Íslandu lendi í og minnst svolítið gaman að pæli því hvað er svona seinasta svona áfatt þjóðarinnar og við stóðum alls saman hrunið nei, þá stóð fólk ekkert saman nei, fólk var ekkert saman það er öðruvísi áfall það er oft bara svona einhver harmleikur sko snjóflóð eða eitthvað slíkt skilur þá slöndum við saman í gegnum súrt og sætt ég held samt sko að þegar við Íslendingar erum það geðu ekki sko að ef við værum jafn stór og bara Bandaríkin eða eitthvað við værum með alveg trilltan hér sko já, það er svo dugleg já, og við erum bara svo biluð sko en við værum ekki svona dugleg og biluð eða værum svona mörg herðu, góða mótur herðu, við ætlum að setja gott núna já, ég þarf að fara að pakka tjöldinu og það tekur enga stund kannski, að því við erum ekki búin að ákveða hvert við förum næst að þá getur vel verið að maður verið okkur tjaldsvæð engstar ég er að segja, ég er að fara norður ég er að taka hringin sko. ég hef aldrei farið hringin, heilan hring aldrei wow. maður fyrir bara alltaf eitthvað fram og tilbaka oh my god, that's amazing yes, þannig þetta var spennandi það tók mig, nú er ég búin að pakka tjaldunum nokkur sinnum þessu frábæra tjaldi frá Víkuverk og fyrst tókum við 20 mínútur síðast 10 og gaman að sjá hvað tekum við núna þannig að keyri varlega og njótum sumarsins og við kveðjum ykkur hérna frá Eskifirði